Jæja, verið velkomin í Villta trillta vestrið. Við ætlum að kíkja með ykkur í Haukadal í kvöld á hana Bjarnheiði, hún með opið verkstæði. Við förum þaðan á Gufuskála á Snæfellsnesi og hittum eldhuga sem að byggja upp nýja starfsemi þar, mjög spennandi. Og kíkjum á eiturhressa leikaæfingu í Stykkishólmi. Það er verið að setja upp mannin í mislitum sokkum. En byrjum hérna í Grunnafirði, í Hvalfjarðarsveit og heyrum Ramsarsvæði og verkefni sem að nemendur í Landbúnaðarháskólanum á Hvanneyri unnu. Umhverfisskipulagsbrautin við Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri vann á dögunum áhugavert verkefni tengt vegagerð Grunnafjörð. Í dag liggur þjóðvegur 1 ofan við Akrafjall en nemendur skoðuðu lagningu vegar beint yfir Grunnafjörð en fjörðurinn er svokallað Ramsarsvæði. Ragnar Frank, lektor, fór yfir málið með okkur. Ramsar, það þekkja það ekki margir Íslendingar en þetta er eiginlega heimsfrægt erlendis. Geturðu sagt mér aðeins út á hvað það gengur? Já, Ramsarsvæði á Íslandi, þau eru 6. Og þetta er svona rjóminn og þetta er bara sem svona flottast í fuglasvæðum og votlendisvæðum á alheimsvísu. Þá þurfa að vera svona yfir 2% alheimsstofni einhver ákveðna fuglategundar til þess að fá þessa viðurkenningu. Og Ramsar er kennt við borg í Íran, fuglar búa í Englandi, Afríku og annað, koma til Íslands til að verpa eða nota Ísland sem svona bækistöð til þess að fita sig upp til þess að fljúga yfir Grænlandsjökul eða allavega til norðurheimskautið. Þannig að Ísland skiptir mjög miklu máli fyrir votlendissvæði. Þessi 6 svæði, það er Grunnafjörður, hérna sem við stöndum við, rétt við Akrafjall, Andakíll við Hvanneyri og svo er það Þjórsárverin sem við þekkjum mest, svona, það sem heiðagæsin er og hérna. Síðan Guðlaugstöngur fyrir Norðanhofsjökul, Mývatnssveit og Eyjabakkar sem eru frægir í kringum Kárahnjúkavirkjunum svona. Það er þessi 6 svæði og þetta eru svona það er flottast í votlendissvæðum og varðandi fuglavernd. Ferðamenn virðast þekkja þessi Ramsar-sáttmálann. Já, það er það sem svona, þeir bara elta þetta. Þetta er eins og UNESCO segir maður heimsminjaskrá. Þá segir, heyrðu Þingvellir, frábært að koma Þingvelli. Ramsarsvæði, hvað áttu mörg Ramsarsvæði? Já, við erum hérna á Vesturlandinu með 2 og svo fyrir norðan og svo upp á hálendinu. Ég vil endilega skoða þetta vegna það eru einhver sjaldgæfir fuglar sem ég hef ekki séð áður, koma frá Ameríku og koma frá Evrópu, Afríku og eins og við vitum að krían, hún fer lengst fugla frá söður heimskoti og fyrir bara að býra á söður Afríku veturinn og kemur til okkar. Og er þekkt sem paradísarfugl en það er það ekki, það er hún bara blíð og góð, hún er ekki að verpa og verja ákvæmi sig það. Nei, hérna er hún bara vargur stundum en hún er líka að verja aðra fuglategundir, aðra fuglategundir laðast að eins og hettumáfurinn sem færi svona slæmt orð á sig en hann er bara akkurat staðurinn fyrir hina fuglana, litlu fuglana. Þannig að þetta passar allt saman. Þetta var það sem fannst mér áhugavert þegar þú ert alltaf að meta á milli náttúruverndar og nýtingar. Já. Hérna eru menn að nýta svæðið til beitar og til landbúnaðar en það getur líka gengið saman með friðlýsingu. En svo er þessi vegagerð. Já. Við erum með veg hérna, þjóðveg 1 sem gengur við Grundartangahöfnina og frá Hvalfjarðargöngum og fer áfram norður. En þessi vegur hérna er svona spurningamerki, er þetta framtíðarvegstæði eða er einhver annar staður sem er betri öryggislega séð? Og þetta fannst mér áhugavert verkefni að láta nemendur lesa skýrslur náttúrufræðinga þetta, ræða síðan við vegagerðmenn, hvað er besta vegstæði? Þá voru þeir nemendur látnir kanna þetta svæði sem er núna vegurinn sem er í dag. Hann fer svona upp og niður og það eru fullt af gatnamótum og heldur sig 36 gatnamót sem er keyrt út á túnum eða vegurinn eða inn í íbúðahverfi í Melasveitina. Og svo er hinn vegurinn náttúrulega líka vegurinn. Hann er bara, ef hann færi þar yfir á Grandónum yfir, þá öryggislega séð, ef við værum ekkert Ramsarsvæði, þá væri þetta langsamlega besta vegstæði, svona vegtæknilega séð. Og þetta voru nemendur að skoða. Þeir með ekki mynda sér svona fasta skoðun, hvað er rétt og rangt, heldur þurfa að greina, öryggissjónu vegagerðar, náttúruvernd, svo hvernig þetta liggur í landi og líka fegur að þessu landslægi sem við förum um. Þessi þáttur eftir að tína saman í síðan skýrslu og teikna upp. Sem að þeir eru búnir að meta forsendur hérna, kost og galla og ímyndaðan veg þarna sem færi þá frá göngum og fram hjá Akranesi og hérna yfir í Melasveitina. Já, farið hérna fram hjá Akranesi og vestan megin við Akrafjall
og síðan bara beint á Grandónu sjálfum sem fyrir en þar útfall og þar þyrfti að vera brú sem væri alltaf 300 metra löng. En við vitum að Borgarfjarðarbrúin, hún 550 metra, Skeiðarárbrúin gamla, hún var 900 metra, en núna lengsta brú á landinu, það Borgarfjarðarbrúin. Við getum alveg búið til brú til þess að vera með að það sé tryggt að sé, aðalmáli að tryggt að sé svona að vatnið komist inn og út án hindrunar. Á flóð og fjöru þá vatnið þarf að fara út og inn vegna þess að það gefur þetta svona sérstakar leirur sem krabbadýr þrífast á, fuglarnir éta krabbana og svo versus. Þannig þetta þarf alltaf að hanga saman. Í svona verkefni hjá ykkur, kemur ykkur niðurstaða, bara dregið fram kostur og gallar og svo metur fólk það bara sjálf út frá lestri? Já, þau komu með niðurstöðu, voru mjög neikvæð gagnvart þessari hugmynd minni og sagði að ég væri nú ekki mikil náttúruverndarkall að vera að leggja svona til. Ég var ekki að leggja þetta til, það bara veg að meta 2 vegstæði. Því núna verið að tala vegurinn sem kemur frá Kjalarnesinu upp þarf að vera 2+1 vegur. 2+1 vegur, hann tekur nánast helmingi meira pláss en 1+1 vegur, eins og vegurinn í dag. Og það framtíðin að vegurinn alveg upp í Borgarnes verður 2+1 vegur. Svo verða menn hannan sem 2+2, en það vegstæði sem verður valið vegstæði til framtíðar sem verður næstu 50–100 árin. Þá kannski verður mann að spá, hvað best fyrir samfélagi, fyrir svona öryggissjónarmið og hægt að sættast þetta að náttúruvernd sé tryggð og gott vegstæði. Þannig að en þau komast að niðurstöðu að vegurinn þarna út við Grandann, ef það myndi ekki trufla fuglalífið og annað, þá væri það gott vegstæði og það væri full vatnsskipti inn í firðinum.